Í þessu dæmi fáum við uppgefið að bogi bogaskytta hitti skotmarkið sitt að jafnaði í þriðja hverju skoti. Við erum að finna út líkurnar á bak við það að hann hitti í nákvæmlega 2 skipti í 3 tilraunum. Og í svona tvíkosta dreifingu þá notum við fall sem heitir binomdist. Og fyllum það út á eftirfarandi hátt. Numbers er sá fjöldi sem við erum að leita eftir að heppnist. Og hann ætti þá að vera 2. Þegar við erum að leita eftir því að hann hitti í nákvæmlega 2 skipti í 3 tilraunum. Trials er sá fjöldi tilrauna sem fer fram. Og í þessu tilfelli er hann 3. Og probability eða líkurnar, þarna er verið að athuga með líkurnar í hverri tilraun. Og okkur er gefið að hann hittir að jafnaði í þriðja hverju skoti. Og líkurnar á baku það þá eru 1/3. Og í þessu dæmi erum við að leita eftir því að niðurstaðan verði nákvæmlega einhver tala. Í þessu tilfelli 2. Og þegar maður leita að nákvæmri tölu í niðurstöðu, þá setjum við 0 hér. Þá erum við búin að fylla út í alla reitina og fáum þá svarið að sé 22,22% líkur á þessari niðurstöðu. Í sýnidæmi 2 þá er að leita eftir þeim möguleika að við fáum 5 í hluta í krossaprófi í kínversku. Og við sjáum að spurningarnar eru 10 og hver spurning hefur 4 valmöguleika. Við skulum þá fylla inn í það með binomdist fallinu. Og til þess að fá 5 í þessu prófi, þá þurfum við nú að svara 5 spurningum réttum. Þannig að við setjum 5 í numbers. Trials, það eru 10 spurningar á prófunu, þannig að við setjum 10 hér. Og probability er 1/4, af því að þetta er krossapróf þar sem hver spurning hefur 4 valmöguleika og aðeins 1 þeirra er réttur hvert sinn. Og við erum að leita að nákvæmu svari hér, að fá akkúrat 5, þannig að cumulative verður 0. Og fáum þá út að það eru 5,84% líkur á að þetta gerist.